Hvað gott TikTok? Að vera á tippinu. Já, jú. Og svona, þú veist, svona day in my life kannski, svona pæling á tippinu. Nema þú ert bara kannski, þú veist, hringir ykkur Ísland. Já, og ert bara að stoppa á kannski einhver vita, einhver svona kennileitum. Já. Og með þetta lag undir. Já. Anna bara í alvörun að labba gett lengi, eða bara fyrir TikTok þá? Já, bara fyrir TikTok. Já, bara fyrir TikTok, já. Þá ertu bara tippinu hjá einhverju vita. Já. Og kannski með svona stóra og svona svarta rönd. Já. Þetta er góð hugmynd, sko. Já, ég held að þetta væri hitt. Já. Þið megið stela þessu. Ég ætla ekki að gera það. Ég stela þessu. Ok, já, ég meina, bara takk fyrir þetta. Hjartalega velkomin í Vókaði glaður. Já, bara beint. Já, við vorum að rekka þetta. Já, reyndar. Þetta er bara inni. Já. Við erum með geggjaðan gest. Góðan gest. Kjartan Logi. Velkomin, Kjartan. Takk fyrir, takk. Blessaður. Hæ. Þú ert magnaður. Já, Í takk. alvörinni, ég elska Steffið. Já, þakkaði fyrir, ég meina. Gæti verið að sé út á pappaðinum. Já, kannski. Svona genin. Já, en efnið gott samt líka, það ekki? Jú. Jú. Efnið fínt. Finnst þér þetta ekki treykt? Heyrðu þetta ekki mikið? Nei, maður heyrir ofta eitthvað, það er ekki langt að sækja í þetta, Já, eitthvað svona, maður er svona, já, ég mitt. Náttúrulega fyrir hlustum sem ekki vita, þá ertu sonur Sigurjóns Kjartanssonar. Jú. Fóstbróður. Ég er Nepo baby, já. Sko, ég hefði aldrei náð, þú veist, að fólk myndi sjá eitthvað Steffið mitt ef ég var ekki sonur að skilja. Það er bara ekki séns, sko. Það var ekki möguleiki, sko. Nei. En hérna, þú ert að posta daglega á Instagram. Sko, ég var að posta daglega á TikTok og Instagram. Ég var með eitthvað svona 100 daga challenge sem ég náði. Svo er bara eftir það maður er alveg dauður eftir það. Þannig að núna er þetta pínu bara að posta þegar ég vil, sko. Og ég reyna að posta kannski 2-3 í viku. En maður er ekkert orðinn heldur þurr, eða svona þunnur á gríni 100 daga. Það er ótrúlega hvað maður getur gert steikt stöf þegar maður er alveg bara bara er að deyja bara, það er ekki eitthvað fyndið það, jú, gera það bara og svo bara allt, og líka svo maður er í fullri vinnu sem stöðumálaverur og meðan Ertu stöðumálaverur? Ég er stöðumálaverur, það er bara bjarga borginni. Ég er að bjarga borginni á daginn og kvöldin og tekið upp og skrifa sketsa og svo bara, já bara heldur daginn. Ertu stöðumálaverur af því að það er fyndið, eða ertu stöðumálaverur af því að þú er með passion? Ég get viðurkennt að ég er með passion, nei, mér fannst, sko, sagan að því að ég var stöðumálaverur var það að ég hætti í menntaskóla bara eitthvað 2018 og bara Nepo baby. Nepo baby, ég gata ég gata bara já. En það var bara, ég var komið nóg, ég var svona vissi ég þurfti 1 ár í viðbót og menn allir var útskrifast skilur vinir mínir, þannig ég var bara, ég nennis ekki og svo er ég bara, hvaða vinnur hann úti, hvað fá pening og það var stöðumálaverður hægt að vera sækja og ég sótti það bara í alvörun sem grín og svo bara verið komin í viðtal og fekk starfið skilur Hvernig það er stöðumála síðan 2018? Nei, ekki alveg sko, ég hætti svo árið setna brendi næstu alla brís bara hætti að mæta og eitthvað svona svo veist ég að mæta eitthvað tíman svona, mæta? Ég er að mæta, þú veist, bara til að segja ég var officially hættur, skilur allir vandræðalegt og óþægilegt. En hvernig virkar þetta? Mætið öll langar skrifstofunir í bæ eða þú veist, ferðið bara út heima frá þér og ferð að vinna? Það væri geðrögt, sko. Ég væri með gallan bara. Meikar það ekki, akkur er það? Meikar fullum sens. Það er reyndar alveg rétt, sko. Vá, ég bara aldrei pælt því. Það er reyndar verið frábær pæling. En nei, við förum hana á Reykjavíkurborg skrifstofunum, hana í Borgatúni. Og já, það er líka partur af eitthvað í sóttu þetta starf núna aftur fyrir 2 árum síðan. Ég var síðan aftur stöðumálaverður þá. Að þá ég á íbúð nefnilega bara rétt hjá, sko. Þannig að bara mjög þægt að lappa hana. Myndirðu segja að þú værir einn besti bílastæðverður landsins? Já. Stöðumálaverður. Já, ég meina það ekki. Já, algjörlega. Já, bílastæðverður, það er alltaf. Það er fórspæður. En hérna með svona engastæði. Kom passan í það? Já, þetta er bara, ég sá alla þessi búningum og þetta bara ég þurfti að vera stöðumálaverður, sko. 100%. Með þessi, þú veist, engastæði, engasæði, þú veist, sem eru í borginni, engastæði, þú veist, er mikið það, niður í bæ, í Reykjavík, verið að leggja svolítið í engastæðina hjá öðrum,
Sem sagt, ef þú býrð kannski á bankastæðinu og þú ert með engastað fyrir utan, ert að sjá mikið að fólk að bakka í þann engastað eða að leggja það parallel? Sko, já, ég hef alveg séð fólk gera það, veist, maður sér, það mjög augljósir svona ferðamannabílar, eða túristabílar sem allir á svona Dacia Duster, skilur, og það mjög margir leggja í það, þú skil ekki engastæði en leið og það gerist þá er það ekki undir okkar jurisdiction lengur, við gerum ekki neitt, sko, við erum bara, við tengjumst í ekkert, sko. Það er til gaur, ég veit að gaur, ég held að hann sé vopnaður, eða ég veit það ekki, sem er með hann er með svona engasæði, þú veist, það er svona hotn, og hann er með svona steintitti. Hvað sem er? Svona járntippi. Járntippi og það má alls ekki leggja hana. Nei, Er það eitthvað á þér? Tekur þú líka að þér engasæðin? Eða semst öll sem hann sko, mér minnir að við erum ekki að taka eins mikið enga lóðir mikið lengur. Ég held að var eitthvað út af einhverju mjög miklu vesinni og eitthvað bla bla bla, þannig að við erum ekki mikið í því, við erum bara í eitthvað svona gangstéttum og fólkum að grassi og eitthvað. En ertu að fá, þú veist, ertu mikið að fá skít yfir þig, skilur? Sko, það er náttúrulega, bara 2018 Kjartan stöðumálaverður, síðan 2000 núna stöðumálaverður, þetta er allt annað, sko, núna í dag. Já, ég er miklu betri í dag. Þannig að þá byrjuðum við, þá voru bara lappandi borgina, þá fengum við bara svæði til að vera á og maður var bara í því svæði að labba hring eftir hring sem var mjög kósí og bara hlusta podcast og eitthvað. Núna er náttúrulega komin þessi skemmtilegi skanbíll með myndavélum, 360 gráðu myndavélum, svona eins og allar aðrar borgir að útrýma stöðumálaverðinu. Það heyrðu, við erum ennþá í vinnu og við erum að gera fullt af stöfi, sko. En ef bara vinnan okkar er pínu öðruvísi, maður er annarkvort eitthvað stundum lappandum að reyna að finna einhverju brotum eða stundum að maður er að vera í tölvu og þá fær maður myndir svona og skoðar myndinar og eitthvað eða maður er keyrandi á stöðumæla bílnum, sko. Og þetta er annað líf en líka í leiðinni hitt var miklu meira lapp og miklu hreyfing en þá meiri skítur á mann svona meira, sko. En hefur þið verið með, þú veist, Apple Watch eða eitthvað? Tekið skrefin? Bara í símanum, sko. Miðað við það sem maður var að lappa þá, sko, það gæti alveg verið 21.000 skref á dag, gæti verið það. Og leiðilegur allan tíma. Bara vera leiðilegur. Já, bara vera leiðilegur. Já, því miður og lappa og fara í burtu. Reglur. Það er líka alveg óþægilegast við þegar þú ert að sitja gjald á eitthvað eða einhver kemur að þig bara, þú ert að sitja, þú ert að sökta á mig. Þú veist, þá get ég ekkert verið eitthvað, þú veist, með eitthvað samkennd. Ég þarf að vera einhverjum karakter sem ég eitthvað, já, því miður. Ef þú viltu ræða þetta frekar, tala þá við þjónustu við Reykjavíkurborgar og þeir munu bla bla bla. Já, þú kastar Reykjavíkurborg undir út. Já, við hefum alltaf líka bara eitthvað, já, Reykjavíkurborg sérum við þetta. Það var ekki ég sem gerði þetta, það var ekki ég sem sagt þetta, Reykjavíkurborg Þetta er áhugavert starf. Ég hef oft pælt í þessu starfi. Þú þarft svolítið að, finnst mér, að vera í svona destruction mode, sko. Já, nefnitt. Self-destruction mode. Eins og bara þegar þú veist fótboltamót, skilur í þróttheimilinu eða eitthvað, þróttarheimilinu. Já. Og þú veist, það er allir að leggja ólega að því bara það er ekkert annað hægt. Nefnitt. Og þá kemur einn bara ógeðlista leður. Já. Og það er bara, já. Bara, þú veist, hvar byrja ég? Pæli í því, það væri hægt að gera stöðumálaverðin ennþá leiðilegri. Ég er ekki sem þessi leiðilegur. Nei, hann er mjög skemmtilegur. En pæli í því að stöðumálaverði verður bónusum. Já. Þú veist, bara einn bíl, bara 1000 kall, bara bónus. Þá, ef það væri raunin, og það hefur stundum verið eitthvað umræð það eitthvað, bara við varum að bónusum, svo góðum launum, en þá myndi fólk bara byrja að flikja, þá myndum við bara byrja að flikjast svona, en þá myndi maður, ég held að myndi koma þá fullt af einhverjum brotum sem er bara eitthvað, þú veist, hann var sentimeter, sko, þannig að brot, reglur eru reglur, þá er maður bara mest í hálfviti, sko. Farin í bíl, taka handbremsuna af. Bónus. Við fengum þið einmitt hérna út af þessu, stöðum. Ég finnst þetta svona ótrúlega áhugavert. Þetta er það, þetta er svona, þetta ætti að vera bara svona áhugavert störf. Áhugavert starf vikunar. Já, það er bara algjörlega. Ég er alveg sammála, það líka eiginlega alltaf ef fólk fréttar í þessi stöðum alveg verið og svo fara að segja mér eitthvað,
og alltaf sama gríni, segja hann bílnúmer sitt, ekki sagt að þennan. En hérna, þú ert sem stöðumæður, þetta svolítið flókið á þann, þú hættir og byrjar aftur. Já, ég var í ár sem stöðumæður 2018-2019, svo 2024 keypti ég mér íbúð og mér vantaði starf og ég var bara hvað nálægt og fekk, er ennþá stöðumælaverð. Þannig að fyrirskráðin bara, þú veist, bara menntaskóli hætti, stöðumælaverð, ekkert enn á milli, nei, já. Sonur Sigurjón Kjartans. Já. Þetta bara ég, sko. Já, en nei, þú veist, maður hefur aðalega ef maður búin að vera að gera eitthvað svona creative eins og eitthvað svona vídeo og eitthvað, þá maður hefur verið þakka skapandi sumarstörum í Kópavogi og Garðabæ og eitthvað svona, þá hef ég ekki tækifæri til þess að bara eitthvað gera þætti eða eitthvað sem ég að skrifa og eitthvað og fæ borgað fyrir það, næst sko og þá í leiðinni hef maður verið að nýta það til að fatta hvað maður getur gert sko svo bara eins og til dæmis með TikTok og Instagram, ég byrjaði ekkert fyrir ári síðan sko. Já, þú ert bara early. Já, bara mjög early, því maður var líka bara smá heitir líka sko. Bara, sko, hérna... Hafi ekki allir verið það? Jú, þú veist, hérna, þegar ég sá þig koma, ég var í fyrsta lagi bara steinur og lein. Já, hvað ertu að fá gera? Þetta er samfélagsmiðlar og við eigum þá. Hérna, þú átt að fara eitthvað í listaháskólan og fett í fótspor steinurleg. En einmitt, þú veist, hérna, mig grunar að þú erir pínu heitir á þetta. Já. En hvað gerðist? Það var það að maður hefur... Það bara takmarkað sem maður getur gert fyrir það að vera heitir á eitthvað sem að það sem þú vilt gera að fólk geti séð það sem þú hefur upp á að bjóða og besti staðurinn samfélagsmiðlar og það ekkert betra, ég get ekki bara eitthvað ég reyndi mitt besta ég er Sonur Sigurjóns og ég gerir skrítið stöf þáttur reyndi mitt besta en það virkar ekki alveg þannig nei, en svo líka bara hefur maður meira og meira byrjað að fíla þetta sko og þetta skemmtilegt sko og það líka bara gaman formið, þetta ekkert allan eins og formið á mér ég gerir sketsa sem að eiginlega helst með ekki vera mínútu lengur í mínúta og svo bara maður gerir eitthvað bull í rauninni sko og líka stundum eitthvað í fréttum og eitthvað og það bara mjög kreatív að gera þetta líka sko, mjög skemmtilegt. Þetta líka sko hérna mér finnst sko svo áhugavert að sjá þig gera þetta, af því að þú veist ef að samfélagsmiðlar væru þegar að þú veist fóstbræður voru í gangi sem dæmi, skilur hvað hefði gerst, skilur hérna, en þú veist af því að þetta er svona short form content dæmi og þú þarft alltaf að vera í raun og veru að hugsa þú veist, á tánum svolítið, þú veist að í gamla daga var þetta þannig að þú gast setið á kannski seríu í marga mánuði en núna er bara fyrstu kemur fyrstu fær þú veist eins og bara til dæmis þannig að var dæmið á EM hérna þegar þú veist það var eitthvað að deyja á vellinum, bara það eitthvað að deyja og þeir vilja sjá það aftur skilur og það kemur eitthvað Europop í gang þú veist, hérna oh my god en það er svona dæmið það þú veist, þú ert að vera snöggur, skilur að gefa út drasli að posta því Ert að gera hluti sem að fólk tengir við, eða skilur? Stundum er ég bara að gera eitthvað sem að ég ger þetta alveg með kærustum minni í Írisegi og við skrifum þetta oftar en ekki, ég er bara búinn eftir daginn hvað, búinn að sekta marga bílaði maður ég var að gera sketsa Íris, ég var að gera sketsa og svo skrifum við eitthvað og svo ef það lætur okkur hlæja nógu mikið okkur báðum, þá tökum við aftur upp og ef hún fer að hlæja svona yfir því sem ég klippti svo eftir á eftir við búin að taka upp, þá er ég bara ok, þetta er gott, ég bara byrja að hata þetta eftir að búin að klippa þetta og gera eitthvað svona hljóð sem enginn tekur eftir eða eitthvað og já, svo postar maður og það er líka svo freeing að bara vera ekkert að vinna mikið meira í þessu og bara bomba þessu beint út, skilur út og næsta bara, þú veist og það er svona, get ég ekki unnið í því að vera bara að gera 5 myndbönd á einu degi og svo býða með það ég þarf eiginlega að gera þetta strax og gefa út bara daginn eftir kl. 10 eða whatever, bara tíminn er sko. Þetta er nefnilega, þú veist, mér finnst mjög áhugavert eins og með þessa miðla eins á TikTok og þetta er bara, maður hefur heyrt svo oft posta þessu bara
Já. Það er bara þannig. Þú veist, gerðu það bara. Já, ég veit Í það. versta falli þá fílar þetta enginn eða þú veist, einhver fílar þetta alla tíma. Og hvað? Já, en það er bara kvíðaldi. Já, það er bara þá þannig. Þetta er samt líka bara það að þú veist, þegar maður allt í hennu fekk eitthvað wow, þetta myndböndur að ganga vel og svo næsta gengur ekki eins vel, þá verður maður þunglindur og síðan er þetta bara það að samfélagsmeira virka bara ekki svona sko það er bara eitthvað verður vinsælt eða ekki að kannski nota eitthvað orð sem TikTok svona, ég held að þetta sé kúkur á þessu tungumáli eða eitthvað, ég veit ekki hvernig algoritmin virkar sko. Og já, þetta er bara maður má ekki vera með líka ómikið að pæla í þessu bara bombút það er eins og kona mín er búin að vera að setja mér tvisar eitthvað sem ég er að gíska á lag bara strax, kemur ein nóta og ég get gíska á öll íslensk og hún er bara að posta þess og þetta er bara að vera þvílíkt heitt ég held að fyrsta vídeo sem hún postaði fekk bara 60.000 view og eitthvað svona þetta er enda sko, þetta er fáránlegt ég var til að sjá þetta sko já, ég skal bara sína þetta eftir hæfileiki ekki núna Nei, já Ding Ég prófa þetta ertu með síma Gerð þetta núna Ég skal gera þetta núna Gerð þetta fyrir mig Ég ætla að taka bara nokkuð lög Þetta verður að vera íslensk Jú, helst Ég væri helst Ég bara, já það Mjög líklegt Sjáum hvað þú hefur En þú ert samt búin að gera þú ert búin að gera þetta svo oft með líður eins og þú veist, ég finn ekkert annar lag, skilur já, fattar þú þannig að, ok það er too easy það er too easy ég vissi þetta mér ok, fyrir ég Börn fram á nótt What? Fram á nótt Það? Já Ok Ok, tilbúin Þetta er búinn Það er búið, já, það er rétt Einu svona en hans trúir ekki Þetta er flugvélar Nei, hérna Börnmúsík bresti bera Þetta er nýtönsk Það er rétt En hvaða lag? Hvaða lag? Nákvæmlega það er skilmáli Horrall heimis Já, rétt Oh my god ok, þú náðu mér maður Vel gert maður Takk maður, takk Þetta er easy Þetta er hérna Það gerir það í gegnum þáttu Það er eitt og eitt Já, í miðju samtölu Hvað er þetta? Þetta var hérna Poplægitur Já, rétt Fuck, god damn Ok, hérna, já Í hvað menntaskóla varstu? Af hverju hættir þú? MH Hættur raunverulega bara því að þú veist Ég var bara búin að vera hann í 4 ár og svo var ég ekki að vera útskrifast fyrir eftir 1 ár í viðbót og ég bara var að sjá fyrir mér eitthvað vera eitthvað hei, en 16 ára krakkar, ég get keypt áfengi fyrir ykkur bara og einhver svona típa þannig að ég vildi það ekki Var erstast ekki stúdent? Jú, ég er stúdent núna ég náði í 2023 Fyrir stöðum alveg Já, fyrir stöðum Já, hann náði því svo hefur maður alltaf verið eitthvað að pæla í að fara í eitthvað listaháskóla eða eitthvað skilur en ég þarf bara kærasta mín Þú þarftir sig Nei, ég veit, ég er nefnilega Þú ert svonur Þú þarftir sig Ég veit Ég er svo fucking heppin maður Ég er svo ógjöð, ég veit það Eru þið í Facebook-kóp? Nepabönnum? Já Bara því að Já, þetta er ógeðslega næs Ég og Sónu Latta geðu góð mál sko. En nei, þetta er samt líka það sko, kærasta mín er að klára master í kennararéttindum og meðan þau eru náttúrulega að borga af íbúðinu þá er ég helstaður í fullu starfi en svo fær hún starf núna eftir sumari þá er meiri tækifæri fyrir mig til að háskólastaka ef ég virkilega vil það eða bara nota Nepo Baby, snippalinskir sem er langbest og þægilegt sko. Svo gaman sko. En þú talaður á hann, hefur reynd að koma þáttum á RÚV eða Stöð 2 eða eitthvað? Ég farið alveg á okkur á fundi en ekkert hefur náð en ferðu þá, hvernig virkar þetta? Ferðu bara með handrit sem þú ert búin að skrifa eða eitthvað svoleiðis? Ég fer ekki upp bara eitthvað og banka upp á ég svona Nei, ég hef sagt með videokoncept allt frá því sem ég til dæmis er búin að vera að gera í skapandi og kannski núna eitthvað skilur sem ég er búin að gera núna á samfélagsmiðlum og sendi á framleiðslufyrirtæki og svo að þau eitthvað, wow, skemmtilegt hittust á fund
þá kannski hægt að ræða þar saman og það tekur líka langan tíma því að enginn getur hist aldrei og það allt svo mikið að gera í bransunum. Það svo mikið að gera það mér, getur eftir 5 vikur já, kannski og svo bara reynum maður, skilur svo kannski nær maður fyndi eða ekki en líka bara halda vorum að reyna og svo, ég hef aldrei komist inn í eitthvað svona en mér langar að gera hljóma vel þetta drullu erfitt sko. ég held að þetta sé alveg erfiðu bransi þú hefur farið með þátt ég hef einu sinni farið með hugmynd það var mjög threatening sko. mjög bara svona ókveikjandi stemming það var einhver RÚV elskar að gera eitthvað svona leiki svona leika sér þetta er svona svo-leikur þetta er eins og Squid Games klingur af eitthvað svona rithöfundum og þetta var samt eins og bara idol stjörnuleit pröfa og þetta var basically þú sendir inn þetta var eitthvað svona leikur var það hugmyndadagar eða eitthvað svona þetta var eitthvað svona stótt og síðan kemstu áfram og þá ertu þú veist fyrir framan eitthvað fólk og ert svona útskýra þetta er mest bara svona hear me out þetta er alveg gott sko þetta fyndi hvernig ég sé hvernig ég sé þetta fyrir mér skilur og eitt Simon nei þau eru bara eitthvað já sko við erum að leita af menningarlegu og þannig að passa það að hafa þetta menningarlegt helst eitthvað bara íslensk ull eitthvað reyna að hafa þetta bara menningarlegt og flott ég held að við gætum alveg farið til RÚV og gefið þeim hugmynd sem þau bara myndu elska en hún væri bara ógeðslega leiðileg hún væri bara léleg hugmynd það er líka bara sjónvarpsefni en sjónvarpsefni oft á tíðum á RÚV er bara rugglaðast það sem ég sé það er einmitt þess að þú ert segja bara íslenskt ull bara þáttur það við getum pizza bara núna ég veit gamla konu á Vopnafirði sem er heyrnarlaus en hún samt sko hún er heyrnarlaus en er með podcast og hún er bara í ruglinu eitthvað smá og hún er líka alkoholisti það verður að vera þungt og hún er með nokkra kindur líka og er ekki líka 16. sería nei þetta er bara viðtal þetta er bara fake viðtal nei það er bara ég veit ekki, þetta er svona rammi sem maður þarf að vera í og stundum er ég að sammála því sko, að maður getur haft eitthvað meira bara bull, eitthvað sem getur verið skemmtilegt og þarf ekki að vera eitthvað svona menningarlegt sko. Nei, nákvæmlega, ég er alveg sammála því sko. Ég er alveg, til dæmis 20 og eitthvað, það er alltaf eitthvað öðruvísi, skilur Ég er enda fílaði það í tætlur Já, mér finnst það gott vel skrifað Við fórum á frumsýninguna og við vorum bara grínis back Já, þetta er líka bara hressandi Já, ég er að segja það, mjög hressandi Svona öðruvísi Já, algjörlega Ég væri til í 30 eitthvað 30 og eitthvað bara aðeins þyngra efni væri til dæmis ekki nýskil væri ekki hægt að taka til dæmis bara Sierra Brown af dagskrá Sierra Brown Barnaby það er geðveikt stöð sko. Hver eru svona þínar fyrirmyndir sko, hvar leitar þau innblástu fyrir grín? Passaði núna sko í mínu gríni þú veist náttúrulega bara sketsa þetta þá hafa fóstbræður náttúrulega átt mjög góðan sess í mínu hjarta en svona í rauninni líka allt mér svínasúpan líka mjög stór það var bara uppi þegar ég var krakki skilur og þá var ég bara ég veit það hvað meira með pappa ófærð það er ógeðslega gott mér fannst svínasúpan geðveik sko. Þessi tímar voru bara munið þú veist þegar við erum alst upp þú veist þegar við erum bara þú veist bara svona úlingar eða svona 14, 12, 10 eitthvað svona þannig eru bara þættir eftir þætti sem eru bara sturlaðir ágætt back to back bara þú veist við fáum bara þú veist að strákanir hætta og síðan kemur bara næturvaktin og eftir það kemur stelpuna þú veist við fáum svínasúpuna og við fáum steindan okkar og við fáum þetta bara allt sko. Í dag þetta er ekki til þannig að stoppaði smá svona ég veit ekki, steipustöðun alltaf koma einhverju tímabili sem að gæti alveg verið fyndið ég har alveg gaman að það skilur ég líka en það eitthvað með náði að stoppa þetta aldrei svona
nýtt fólk að komast inn í sketsadæmi algjörlega. Þetta var svona einhver hópur Þetta var einhver hópur, algjörlega. þessi stöð 2 hópur, skilur, gerðu sketsa sem bara geggjað, skilur, og svo líka gerði Steindi einhverja aðra sketsaðætti með sögu en svo hefur þetta sketsaðæmi dálítið stoppað nema bara áramöndaskaupið er náttúrulega geggjað, en það vantar eitthvað líka. Það kom eitthvað á RÚV, ekki? Það var svona tiltölulega nýtt fólk. Kanari, einmitt. Já, hópurinn, einmitt. Þú veist, líka bara, þú veist, það maður er þetta er alveg, það er svo skemmtilegt að geta séð, það er ekki bara á sketsaðættir, skilur, en það er líka eitthvað svona það sem mér fannst mesta stemning í heiminum líka svo partur að hafa sketsaðætti var að hafa vikulega þætti sem eru skilur eins og Utt og Sveppi þætti skilur, strákanir þú veist bara Utt og Sveppi að ræða málin og hlaupa niður Laugaveginn nakin fyrir mér var þetta bara brilljant svona bara klukkan 7 og svo bara búin að horfa á það og þá bara var maður fór kannski að hitta vini skilur og svo kemur þið heim og Pop TV eða eitthvað var ennþá í gangi og klámið já, það er svo gott sko það er svo ófór er það að byrja, þetta voru best of time sko það er eitt búið að koma svona tiltölulega nýlega ég held að 2020 eða 19, þá kom Eurogarðurinn mér finnst það bara besta efni sem eru gert á Íslandi ég var að sýna Ingo Brotur þáttunum hana daginn þetta er bara, ég hef aldrei hlegað mikið á æfinni sko, það eru þættir sem ég horfði á fyrstu 2 þættina var ekki alveg tengja við og svo bara hætti ég ekki að horfa en ég kannski þarf að horfa á þetta líka allt þetta var náttúrulega COVID-þættir já, þetta voru skrítið tíma líka skrítið að fara eitthvað hlæja af Eurogarðinum fyrir lockdown þú átt að tengja við eitthvað en þú veist að má ekki gera neitt sakna lockdown en þetta er svo líka bara frá erlendum aðilum það sem ég var að gera til dæmis bara eitthvað í skamlega sumarstöðunum var að þá var ég að reyna að gera eitthvað þætti sem voru mjög inspired af Nathan For You og John Wilson svona smá eitthvað How to með John Wilson og það er bara eitthvað svona alvörinu raunveruleika dæmi sem ég er að koma mér í fáránlegar aðstæður þú veist, og ég varð eftir á bar skilur, viljandi út að ég fann það í fréttum skilur, og mér fannst það ógeðslega fyndið en það var í alveg mest skeri reynsla ævi minnar sko ég var fastur inni á bar Veitu hvar? Ég held ég þori ekki að segja hvað það var bara búin að læsa hurðum þetta var bara niður í bæ ég meina þetta er samt bara á TikTok einhvers staðar sko þið geta alveg séð hvað það er ég bara þori ekki að segja það núna hvernig gerir þetta? bara faldir þú þig? Já, ég bara fann hennar bar þetta var og ég þurfti vini til að hjálpa mér sko þannig að ég fer þarna gott að ég góða já, þetta er svona frétt bara mannesku hafi glimst inn á bar eftir að hafa dáið áfengisdauðan á klósetti sem maður hefur nokkur sem séð fréttina þetta bara, hvernig getur þetta gerst eitthvað svona svo tók ég viðtal við eitthvað barþjóna og þau bara, já, þetta hefur gerst fyrir mig já, þau hefur lent í því að þetta hefur gerst við fólk og svo bara ákvað ég að kýla á það og þá fann ég eitthvað hot sem ég faldi mig og vinir mínir voru svona búnir að setja eitthvað svona skilrúm yfir eitthvað svona dæmi og ég var bara, þeir fóru og það bara, já, allir út og þá var ég bara kjurðar í svona klukkutíma og það var svo mikið synd sko það var svo mikið synd að ná ekki betri kamur og ég er að taka mig upp eitthvað en ég er líka bara að reyna, skilur ekki láta að heyri mér og svo líka hvað var ég að fara að gera ef þeir myndu koma skilur það er maður bara hér hvað rugl er þetta? Eitthvað svona þetta er geðveikt hvernig endaði þetta? Þetta endaði því að ég bara er verða þarna í svona 1,5 tíma og svo fæ ég bara sjúka innilókunarkennd sko bara mjög mikla innilókunarkennd ég er bara fastur á bar og ég bara hugsa ég þarf að komast út og varstu fullur? Nei, ég var bara ekki neitt bara edrú það er væntanlega verið öryggiskerfi þarna fór það ekki að staða já, sko, ekki á staðan sem ég var á síðan hana ákveði hlaupa bara burt á bak við barinn og ég bara hljóp upp og komst út bættur meginn og svo var ég að bíða eftir að eftir að ég komin út kom ekki og þessi bar veit ekki ennþá af þessu sko. já. og ég veit ég posta þessu eitthvað og ég bara
begging to be caught, sko, en ég held að kannski þið sé bara drullu saman, sko, en Já, þú veist það er ekki þetta miklu verð, sko. Ég held að það var bara gott publicity. Orð gegn orði bara. Já, það er ekki bara. Já, en ég er sammála með Nathan for you dæmið. Já. Þetta svona grín er svo fyndið. Þetta er svo mikil snild, eða skilur. Nei, algjörlega. Ég er algjörlega sammála því. Big brain dæmi. Já. Ég fíla það mjög mikið og mér er svo leiðilegt einmitt hvað Ísland er stundum bara svona einmitt í einu þema. Einmitt. Það vantar svona með öðruvísi grín. Já, þú veist, þetta er grín sem er frekar erfitt samt að framkvæma alltaf á Íslandi, við erum svo ógeðslega fá, sko. Þú veist, í rauninni er þetta grín sem að ég myndi kannski segja ég myndi gera seríu af og þá myndi ég bara fokk í fólki eitthvað, ég er að djóka. Svo myndi ekki treysta mér, skilur bara eitthvað. Svona sem við viljum nákvæmlega hvað. Já. Það var náttúrulega eins og þeir lendi í bara í 70 mínútum, skilur. Það var ekki einu svona í samfélagsmiðlum eða neitt. En þá eru þeir bara byrjað að fá einhverja aðra oft í falda myndavélar og eitthvað einmitt. Af því að það þekktu allir. Það er reyndar sko, ég vinn við að búa til TikTok. Í vinnu minni. Ég gerir auglýsingar af þessu. En ég fekk hugmynd daginn að fara á kaffihús. En mér langar ekki að gera þetta. Mér langar að fá bara einhverja svona eldri konu. Þú veist svona, hún vinnur heiman. Hún vinnur oft á kaffihúsi, skilur. Hún er að fara við bókhaldið. En mér langar að hún skilur hvar eru mörkin, hversu mikið máttu vinna á kaffihúsi, fattar mig? Þannig að við byrjum kannski með laptop og hún þessi kaffibolla og síðan tekur hún upp músina, skilur og auka lyklaborðið. Svo er komið með standinn og síðan sprengjum við grín með prentara og basically markmiðið er bara hvenar er bara þetta er ómikið. Já, bara hvenar verður talað við hana. Og mér finnst þetta eiginlega bara að fyndi ef þetta er svona mér finnst þetta svona að ég var með krullað hár. Krullað hár, bara svona algjörlega metnaðargjörn heimavinnandi. Þú veist, hún er með einhvern business suit. Hvað myndi stoppa þetta? Það ætlaði að vera ljósirtunum vel. Ljósirtunum Við líka vifta. En þetta er þá svona stór taska sem þú myndir setja eða svona taka inn svona casually og þú þurfti kannski að vera eitthvað svona dæmi sem hún er alltaf að fara út í bíl og sækja meira og meira drasl. Það sem myndi samt örugglega sprengja þetta væri sko aukaskjár. Þú veist, þú ert komið bara komið heimilis heimabíó, mögulega hátalara. Nei, engum fókus. En samt að láta hann að vera að kaupa svolítið kaffi, þannig að það er erfiðari fyrir þau hendina út. Já, er ekki viðskiptavinur hérna? En eitt lifehack hérna, ferðu þið oft á kaffi og svo skrifa eða eitthvað svoleiðis? Stundum, já. Ég er með lifehack fyrir þig. Farðu á KFC. Af því að það er frí áfylling og fáðu bara einn legg frí áfylling á gosi og þú mátt sitja þarna allan daginn og með endalista 7up, skilur við, tækna sér. Þetta er samt svo, sko, ef það maður fer á KFC, þú veist, fannlega fer maður bara KFC á sunnudögum, þú veist, ef maður þunnur eða eitthvað, ég fæ bara mikla þunglindistilfinning að vera hann inni. Það er bara ég, sko, og ég verð hann allan daginn í land. Líka bara ef ég myndi sjá, þig er bara einhverjum mannski í laptop bara eitthvað 7up svona, þessi er búin að gera eitthvað rangt í lífinu sinni, sko. En það er kannski bara, það er bara ég. Það er bara þú, sko. Nei, vá, ok, hvar vorum við? En það er líka, sko, þú veist, eins og á Íslandi. YouTube virkar svo illa á Íslandi. Já. Það er mjög leiðilegt. Mér finnst það, af því mér finnst YouTube bara besti vettvangurinn í svona dót, sko. Eins og vera með litlar seríur eða eitthvað. Það er mjög málið er að YouTube væri fullkomin, maður er að horfa á YouTube og fullt af fólki sem er að skera skemmtilega hluti. Algjörlega. Bara svo í alvörinu skemmtilega hluti sem er ekki einhverja þættir eða eitthvað, bara svona ákveði fólk. En á YouTube, þá er þeir náttúrulega, þá getur það verið svona miklu meira eitthvað sem maður getur, þú veist, explora, klift, gert þetta sniður að bara þess að 1 mínútu TikTok horfa á mig, skilur við. Nei, nákvæmlega. Nei, ég meina eins og með þátt, þú veist, bara þennan kaffi, ef þetta væri þáttur. Þessi kaffihúsa það. Þetta væri bara svona 12 mínúta þáttur. Já, einmitt. Eða eitthvað, skilur við.
bara svona heimildamindastöf, bara hver undirbúningurinn, hvernig það gerði það, hversu mikið vesen það og svo bara loka afurðin og í rauninni betra ef það bara klúðrast algjörlega. En það er svo fyndið að sjá, skilur við. En það er nefnilega það sem er svo leiðilegt stundum, skilur við, að þú færið okkur góð hugmynd, en hún má ekki vera of flókin og þú nennir heldur ekki að bíða í ár eftir fjármagni sem er frá RÚV eða... Nei, nákvæmlega. Það er eins og við rætt, þú veist, þetta með til dæmis bara frábæri þættir en það bannað að hlæja. Já. Þú veist, þetta þarf ekki að vera milljóna króna production. Nei, þú veist, þetta bara eldhúsborð. Þú getur þess vegna verið með sómabakka og 2 myndavélar, sko. Það er nefnilega málið, það er eitt af það er svo fyndið að horfa á þá þætti því sumi þættir meika ég alveg og finnst það fyndið sumir bara þetta er óþægilegt sem ég sé en það er satt svo skemmtilegt sko. Þetta er gott. Já, ég veit það og það er bara fínt production value í þessu skilur og bara ekki margir tökudagar heldur Nei. En þú veist þetta getur verið YouTube-myndband. Já, nákvæmlega. Það getur verið alveg að vinsælt fattar mig. En þú veist, út af Ísland líka bara er ekki með YouTube-menningu svona þannig séð, skilur við, fyrir utan kannski tónlistarmyndböndum eða eitthvað, skilur við, en þá er svo stöð 2, eða stöð 2, sín, að þá eru þeir þáttið í þessu, sko, stundum, í einhverju svona sem gæti verið, YouTube-þáttur, sko. Algjörlega, sko. En hérna, sko, pæling, hver væri þinn Jóngnar ef þú skildir endurgera fósbræður, fattar við, þú veist, ertu með eitthvað svona Jóngnar hjá þér? Hvað er það að tala um hana? Ertu með eitthvað svona... Já, er það að tala um ef ég myndi uppgötu... Copy-paste. Já, ég er að skáta fólk og eitthvað. Vilt þú vera minn Jóngnar? Nei, mér finnst þarna... Grettir verið að gera ógeðslega fyndið stöf, sko. Akkur núna, hann var ekki úr grínplötu, verður ekki að... Plata mig? Já. Og það er mjög fyndið líka bara að gefa grínplötu yfir höfuð. Það er ekki margir sem, þú veist, Willi Neto senstu sem ég mann sem gerði grínplötu, mjög skemmtileg, en það sem líka er skemmtilegt sem hann er að gera er að hann er að gera tónlistmyndbönd við mikið á þessu vídeóum, sko. Og hann er að gigga líka, mér finnst það eiginlega fyndnast. Það er geðveikt, sko. Ég held að það hafi verið bara núna helgina, sko, sem ég sá hérna Gretti syngja Ég er að kúka á mig og það er allir bara eitthvað þau eru svona einhvern veginn partur á gríninu en þú veist, þetta er líka það sem ég held að verði líka dálítið svona framtíð þess í svona gríni sem að Steindi náttúrulega var dálítið pioneer í er náttúrulega bara grínlög, skilur fattar þau, því að grín það er alveg stemning að hlusta á geðveitt lag og hlusta á tónlistamann vera að syngja lag, en það er skemmtilegt líka að hafa lag og geta hlegið að þau í leiðinni, skilur við. Það er náttúrulega bara eins og, þú veist, ég veit ekki hversu mörg lög hjá Steinda voru bara, og eru ennþá, bara útvarpshittarar og þú veist, bara jamhittarar. Já, skiljið, þú veist, bara við erum ennþá að hlusta á lög frá Steinda síðan 2010 á jamminu. Og út af þessum lögum þá er hann bara að gigga endalaust líka, sko. Þegar ég heyri grínlag þá fyrir ég alltaf að hugsa dýpri meiningu eins og hérna kúka á mig hérna mér finnst þetta svo skemmt þetta hreyfir mér meira heldur en skilur hérna, þú veist, Rómeó og Júlía af því að þetta er svo mikið svona kultúr hann er svo mikið að gera grín af kultúr líka þetta er bara svo fucking gott Bo Burnham það er svona lög sem eru fyndin en maður er svona, en samt alveg og þunglim. Já, ég veit það. En skilur en þetta, hann er líka, þetta er eitthvað svo fyndið við þetta er að lagið er líka bara frekar catchy, sko, það er bara frekar gott og þetta er náttúrulega prodúsað af Eliassi sem er Inspector Spacetime og hann er náttúrulega bara mjög góður í að gera tónlist, sko, og það er líka bara mjög skemmtilegt að þeir eru að blanda svona saman hvað það getur verið fallegt, sko. Þeir eru náttúrulega heimsfrægir með þetta hvað heitir, Lonely Island það voru bara grínlög þú veist, þetta er I'm on a boat og hérna I just had sex with Akon svo er maður ég er búin að gera eitt lag á minni vegferð til að reyna að gera eitthvað svona grínlög sem maður kann ekki þannig séð, sko, og það heitir Stöðumælaverður sem ég er í dag bara fyrir að eftir reynsluna fyrir nei maður, það er bara eitthvað skemmt gott í gangi. Ertu að gigga, hvernig
ertu að gera ykkur uppistönd eða ertu að gera eitthvað svona Í augnablikinu ég ekkert að gera eitthvað mikið en ég hef einhvern tímann bara jólin, ég var ekkert að pæla í þessu en fólk eitthvað, það er svo skemmtilegur eitthvað á TikTok, en ertu að skemmta eða? Og ég bara, peningur og ég sagði bara já, ég með pubquiz og já, svo gerði ég það sagði bara eitthvað sögur úr stöðumæla lífinu mínu og fólki fannst alveg skemmtilegt og svo bara ég hellti pubquiz og það var miklu erfæra alltaf pubquizi því allir var svo blindfullir og ég var bara það var eitthvað, maður var eitthvað að segja spurning 7 og svo fólk eitthvað svona Kjartan, þessi skemmt sem þú gerir já, einmitt herðu, spurning 7 Við þekkjum þetta strákarnir maður þarf að hafa þolinmæði því maður má ekki missa krátið strax sko. það var geðveikt maður þetta er skemmtilegt sko. Uppistönd eru náttúrulega, þú veist, ég á mjög erfitt með uppistönd Ertu að tala bara á Íslandi eða bara yfir höfuð? Bara svona, ég á erfitt með að sitja í þetta er svona svo vera með innlegunum kend eða eitthvað, en mér líður bara illa á það saman hvað sem fyndið ekki sko. Ég veit það ekki, það er bara einhver tilfinning sem ég er með bara, ef hann segir eitthvað Svo meðvirkur Ég hef einu sinni verið á Bryggjóti á Stokkseyri og það var ekki uppistendur en það var svona fullu gaur Nei, það var tónlistamár í Íslandi sem var þarna upp á sviði og hann var, það voru allir bara þetta er bara Stokkseyri, þetta er bara sveit þannig séð, menn eru bara að fá sér á að gaman og hann kemur þarna upp á svið og er eitthvað að peppa alla og það er bara enginn að hlusta á hann og hann er eitthvað, stoppar einhvern veginn miður lagi og er bara eitthvað svona halló, nennið að koma nær og eitthvað svona og ég pikkaði bara í konuna mín ég vissi að við erum að fara ég ætla ekki nær ég gati þetta ekki ég ætla að fara bara heim já, ég fór heim ég fæ bara, mér líður svo illa fyrir hönd þú veist, þess vegna líður mér illa að vera í sér stöðu uppistönd, allt þetta dót sko, ég hef aldrei upplifað þetta jú, það var einu sem 2018 sem var mjög skrítið moment þegar uppistand ef þau fengu skemmtikraft, skilur við og sem var bara frábær en við erum ekki meira en 18 eða eitthvað inn í herbyggi og day of fun, við stöðum alveg verði geðveitt 2019 eða eitthvað og þá erum við bara einhverjum veislusal og bara gaman lappar ekki Ari Eldjarnin bara, nei, hæ og ég var svo bara, nei, er hann bara skemmt að vera okkur 19 manns eitthvað og hann bara gerði efnið sitt og hann er mjög fyndið og hann var bara ógeðslega góður en það var bara svo fyndið er hægt að skemmta 90 manns bara yfir höfuð skilur og þá þurfti ég að hlæja hærra og það maður meðvirkur skilur og einhverju svona var þetta surprise? Þetta var surprise en það er líka vandamál sko það var enginn að borga og sjá þig og eftirbyrst ekki að þú tækning sér alltaf að koma og trufla Ari Eldjarn er að koma og trufla ykkur aðeins af því að það var einhver eitt gaur sem fannst það góð þetta er það er líka bara skrítið að vera með Ari Eldjarn fyrir frá 90 manns það var alveg pínu það var bara í 10 mínútur korter eitthvað, já, gott að sjá ykkur ekki sagt að þennan bíl eitthvað og hann og það var bara mjög skemmtilegt sko. Milljónur örugglega fyrir ég þegar sko þegar ég var á Snapchat þá var ég fenginu mitt þá var akkurat svona dæmi eins og þú varst að segja svona, ert þú ekki að skemmta eitthvað og þú veist, jú en ég vissi ekkert hvað ég var að gera og það var einmitt svona staffahittingur hjá strákonum í Elko einni verslun þetta voru einmitt svona 17 en minn færri 11-12 manns og þetta var svona staff úr Elko en samt átti einn ammæli og ég var svona surprise fyrir hann en hann var rosalega fullur og hann satt svona veit ég, hvernig maður setur sko, þú veist, með rassinn svona, þú setur ekki beint þú setur svona eins og sért í fyrir skilur, hann mökkaður og gaman að sjá hann en síðan er ég ekki með neitt skrifað nema bara fyrir eitthvað veislustjórnarnir þannig ég hendi bara í eitthvað svona þú veist, mesta bara hvað er málið með flugvélum síðan var þetta bara, herru, ég sé ykkur þetta er óþægilegast og vestafið þetta er að sko, ég elska Elko og fer oft í Elko og ég þurfti að sniðganga eina verslun þeir voru allir að vinna hana, þessi gaurar þetta er
Þetta er ógeðslega erfitt. Já, þetta er. Ég trúi því maður. En ég finna ef þú ert komin á svona pallin eins og, þú veist, Pétur Jóhann og þessi gæðir sem eru bara að vinna við þetta. Pælið hvað þetta er þægilegt starf. Já, mjög. Þú veist, þetta er örugglega mjög þægilegt starf, þú veist, bara fyrir þá sem geta vunnið við þetta og allt það, bara, en þetta er bara væp í ykkur svona, maður mun alltaf lenda ykkur, bara eitthvað svona, þú hefur ekkert kontról. Nei, einmitt, og hvað er ekki, stemningin geggið í salnum, ég man, þú veist, mér frægur tónlistamæður var að skemmta ykkur Reykjavíkurhátíð, var surprise gestur líka, en sem og kemur svona geggja stemning í salnum, maður sá bara var dauður og þreyta bara besti salur sem ég sé 1, 2, þú veist, þá bara þið eru snill, takk fyrir, já, ok, heyrumst og maður bara svona ok, já, þetta er bara lífið hans en ég meina frábært, skilur hann getur á kvöldin og svo bara átt frí daginn, en ég get alveg rétt ímynda mér þetta bara er allt og mikið, sko, líka Það er líka að fyndið, þú veist, að vera með bara svona gig, eða þú veist, svona vinnu eins og ég er að nefna Pétur Jóhann eða Ari Eldjátt eða svona og þú ert bara genuinely mjög fyndin og eins og Ari Eldjátt, ég farið að það 9 ár skop eða eitthvað svona og áramótaskop það var bara hilarious fyndið, sko og hann gerir þetta hverju ári og þetta er bara fullt háskólabíó marga dag í röð þetta er alveg ansið þægilegt sko ég mæli með allan að hafi farið okkur á tilraunasýningar hjá honum Nei. Það er snild, sko. Ánumskopið er frábært líka, skilur en þarna er hann svo raw, sko. Hann er bara svona að reyna í alvörun að prófa eitthvað grín, sko. Og svo bara, þetta virkaði ekki. Og það er alveg ógeðslega fyndið, svona, hann að reyna eitthvað, bara svona að reyna að koma eitthvað. Nei, ok, næsta. Og svo fer bara í blöðin, skilur hjá sér og eitthvað svona. Og það er, ég veit ekki, það gera fyrir mér svona, og það er líka minni salur nógu margir svo að segja ekki óþægilegt en það, mæli meira svona genuine hann er genuine og þú veist, og svo stundum fer hann í einhver gömur grín sem maður hefur heyrt áður út af að hann veit að hann þarf að hita upp salnum og svo kemur hann aftur með eitthvað hann er bara, hann er líka bara með doktorsgráðu í þessu, sko hann alltaf tekur allt upp, held ég líka og sér hvað hann feilaði á þessari nótu eða eitthvað svona, bara eitthvað svona dítill sem er rosalega, greinur uppstendu sín. En hvað finnst þér Dani? Hvað finnst mér Dani? Bara Danmörk? Nei, bara Dani. Fólkið. Ekki landið. Að því ég sá einmitt þarna frá þér, mér varst það svo geðveikt stöf, annað þegar þú varst að gera grína dönum. Mér varst það ógeðslega fyndið. Sko, ég hef gert nokkur sinnum grína dönum. Eitt var eitthvað í kringum handboltamóti, þá var ég að gera grína dönum þá var ég að tala sem Dani sem hataði Ísland geðið mikið eða eitthvað svona og við ætlum að rústa ykkur we can destroy you eða eitthvað svona at the handball match today okay, you only have 150 tickets eitthvað svona kjátt bara eitthvað svona óþólandi típa og svo gerði ég líka eitthvað ég var óþólandi DSB sinni eitthvað svona vilja ganga í Danmörku sambandi það sem að þetta er í hug ég er svo rugglaður en sketsanniðinir á Instagram ég sé þetta alltaf á Instagram að kannski að því ég er boomer en þetta er sko það sem mér finnst áhugavert þetta er allt svo ógeðislega steikt þetta fer alltaf miklu lengra heldur en þú veist ég hefði stoppað eins og glerun og eitthvað svona gett skrítið dót í gangi og ég er með kenningu bara sem er satt núna þetta kona þín? Hver? Íris? Já, hún er kærasta mín kærasta þín, við erum trúlófið unnusta, já, einmitt, ég var að reyna að finna það ég er með kenningu, mér líður eins og hún sé sko svona falin demantur hana sem enginn er að pæla í en hún er að segja fokkin finna hlutistum í bak ef hún er að tala við þig, þú ert ykkur pabbi þú er að segja bara skrítistu hluti bara í heiminum Nei, sko, hún skrifar svona 70% af þessu, sko hún er þú veist, út að hún er að nota mig og ég ég er að vinna alltaf þetta ég meika þetta ekki Veistu ekki að þeirra sagt að marga En svo geggja líka með þetta að þú veist, hún skrifar eitthvað og svo erum við að rewrita, skrifum við saman þegar við komum saman og svo stundum við ekki með neitt og þá skrifum við bæði bara saman og þá verður þetta
að einhverju svona algjöru kjafta og líka oftar en ekki ef við erum ekki með neitt sem okkur dettur að sé eitthvað ógeðslega fyndið þá reynum að hafa smá skrítið líka sko, það er alveg viljandi sko En þú veist, stíllinn bara, hann svolítið svona smá súrrealískur skotin bara slögt og hartaljós eins og Dale Carnegie dæmi, þú veist, með eitthvað blast undir eins og dauðinn sjálfur þú veist, ef þetta kemur þetta frá ykkur, er þetta bara eitthvað eru þið bara freðin kannski? Já, stundum freðin við erum ekki þetta er aðalega sko, hún líka hún leikstýrir í sketsunum sko hún veit rosa mikið ljós og hvað er þú að gera? Ég veit það ekki, það er nefnilega málið er að ég er hún út í bíl? Já, hún þurfti að bíða í bílnum á meðan ég er að taka þetta en það er bara gluggan og vatn já, ég gleyndi vatninu þetta er ógeðslega áhugavert út af því að það eru ógeðslega margir, þetta er bara ekki bara hér, þetta er líka bara í tónlist og allt, veist, það eru bara ghostwriterar sem vilja ekkert endilega vera þekktir og eru bara að gera hilaríu stöld Nei, sko, hún líka finnst ekki eitthvað geðveikt að vera fram á kameruna en ég neyði það stundum til þess bara, hvað er þið finnara, eða eitthvað svona en henni finnst mjög gaman að tala inn á þetta skilur og skrifa þetta með mér og ég er klippið þetta líka alltaf eftir á svona, gerir réttu klippin og gerir þetta svona þannig þannig að þú veist, þetta fer líka bara, já, hún er svona henni finnst rosa næs að vera búin með svona forvinnuna og ég gerir allt svona eftir á, leik klippi, gerir tónlist, bara eitthvað svona það eftir á og það virkar bara frekar vel í okkar svona samstarfi samstarfi já. En er þetta ekki skemmtilegt áhugamál að eiga saman sem par að vera bara geta verið að skrifa saman kvöldin og Jú, það er mjög gaman þangað til, þú veist, eins og við vorum í 100 daga þetta var að vinna eftir 30 daga og við verðum að gera þetta það var enginn að neyða mann í þetta heldur, sko það var bara eitthvað svona og þá var ég orðin pyrrð af hverju þurfum við að gera þetta í dag þetta er ekkert fyndið mjög oft hefur komið eitthvað þetta er ekkert fyndið og ég verð svona leiður eftir vinnu og hún þarf að peppa mig og kannski það er alveg fyndið og ert að labba og þykjast þér að túristi rífist einhvern tímann skilur bara, þú ert með eitthvað vision bara eitthvað, þetta er gott stöf og hún eitthvað nei og þú veist, þú ert trust me bro og síðan kemur í ljós að þetta er ekki gott þá, þú veist, þá vinnur hún tengla séð og þá sagði það þetta eru svona ágreiningur milli ykkar í sambandinu bara við erum ekki að tala saman út af einu þetta jú, við höfum alveg rifist eða svona bara rökrætt málin, sko en það er líka bara, stundum maður bara ég vil gera skets, já, hvað er að gera? Og svo maður ekki með neitt og þá bara, og svo kemur hún með hugmynd og ég ég veit ekki hvort ég fyndi aðalega ég vandamáli, sko þurfa að vera móti þurfa að vera móti og þegar henni fannst eitthvað sem þú sagðir ekki fyndið en svo, þú veist, hefur maður sjálfur verið bara, treystu mér og hún bara, eða hún öfugt og ég gerum það og þá stundum hefur bara gengið frekar vel og ekki það skiptir mér máli, það er bara eiginlega gaman að setja eitthvað út og ef það lætur okkur hlæja á endanum í vídeói það er bara post-it, sko Hvað er uppáhalds svona, sem þú hefur gert? Ekki tengt views eða likes mér finnst eitt af skrýtna sem ég hef gert en eitt af því sem svona þetta er svona sorglegt en samt þetta er bara svona steikt hétt mömmustrákar okay. og einhver svona gæi með glerugu að hringi í vin og gæin nennir alltaf ekki að tala við hann sem er ég og ég er alltaf að tala við já, hvað segir, varst alltaf að kúka á þig í gær og pissa á þig og ég nenni ekki að tala við þig já, alltaf að kúka svo mikið á þig, nenni ekki að tala við mig kúka, herðu, ég þarf að fara já, kúka, og svo skellir hann á sig og svo hringir hann í mömmu sína og hún eitthvað, hæ, hvað segirðu? Varst að fara að hitta vinið í kvöld? Nei, já, mildu það ekki. Nei, þú ert líka svo mikil pissustrákur og pissar svo mikið í þig og pissar eitthvað til þig og pissustrákur. Og bara gert á einu kvöldi því okkur, við vorum bara gátum ekki hægt að hlæja kúk og pissbröndurum. Fekk ekki eitthvað það mörg like, sko, en mér finnst það eitt og svona I love that það er ógeð það er líka, þú veist, að það er vannmetið fyrir þá sem hafa ekki prófað að skrifa eitthvað það getur verið, ég hef einu sinni næstu bara pissað í mig þegar við vorum að skrifa bit fyrir
live show hérna alltaf í grín og vorum að gera hann ávistaköruna það er, þú veist, við vorum að gera kynferð svona erotíska bók út frá ávistin sem komast ekki inn í ávistaköruna þú veist, kissuberið heita ávistin þetta þetta er gott sko það er mjög áhugavert en þetta, og við vorum að eina kvöldstund bara búin með nokkra bjóra og við vorum til 4 um nóttina bara í kast og svo þurftum við alltaf tónda niður þurfti að fara út en þú veist, sorry ég veit ekki hvort það finnst það leiðilegt að ræða þetta pappaðinn eða skemmtilegt, en þetta er samt áhugavert mér finnst það bara mjög áhugavert að vera sonur hans þú veist, sonur, pappinn er bara legend í íslensku gríni og ég hugsaði strax þegar þú sagðir já við að koma að þegar ég persónulega skrifa niður bara hugmyndir í notes og gera á fyrir að þú gerir slíkt þess að þetta er eitthvað hug eitthvað staðskilur, bara sendir voice eða eitthvað svona, bara góð hugmynd sem ég ætla að gera á eftir pappin hefur eitthvað komist í eitthvað svona bækur í honum eitthvað sketsaefni sem aldrei hefur verið gert eða má ekki gefa út það sem ég veit til dæmis eins og skrifaraprósessinu hjá þeim, þeir skrifuðu alltaf held ég 2-falt fleiri sketsan er notuð, skilur við, og þannig að það er bara köttuðu ég held að Jón og Pabbi og svo Helga og Þorsteinn eða hverju sem voru að skrifa í hverju serju, þeir voru að gerðu 2-falt meira en átt að gera og hinn gerðu 2-falt meira og svo bara settu helmingin eða bara bestu sketsana best of. Þannig að það teknir sér til eitthvað staðar. Það ætti að vera til en það var ekki eins og ég var eitthvað á háloftinu eitthvað. Nei. Hvað er þetta? Þetta er því þannig að sketsana var ekki gefnir út eitthvað. Nei. En það er mjög áhugavert af því að þú veist, það eru náttúrulega mjög margir sketsar í fósbræðurum til dæmi sem átti ekkert að vera eitthvað svona fyndnir. Nei. En þú veist, ímyndaðar alla sketsana sem eru í einhver bók einhver staðar sem að hefðu kannski bara orðið hilarious. Nei, en það er bara málið. Allan að eins og ég skilða þá var að skrifa svo mikið af þessu þannig að það ætti að vera til einhvers staðar sko, og það væri, eins og þú segir, bara mjög áhugavert sko, að tekka á þessu sko. Þú heyri í honum eftir þetta. Já, ég heyri í honum sko. Nei, þú veist, ég fór eitthvað að hugsa þetta því ég var bara að skróla draslit og fór að pæla já, bara, þú veist, TikToki sorry, móðgæðist þú? Nei, ég móðgæðist ekki, nei Akkur móðgæðist Já, bara það er drast Nei, ég fór bara að hugsa, þú veist, er þetta allt einhverja hugmyndir sem að, þú veist, þú ert að fá í æð eða skilur, þú veist Þetta er alls ekki eitthvað dæmi sem ég eitthvað þú veist, ég var að gera eitthvað rafmagnshurðaskets bara daginn Þetta er allt stólið já. Nei, það er ekkert stólið þarna, sko Þetta er allt original Það er nýtt, sko fyrir samfélagsmiðla Ég hef alveg séð fólk sem að gengur vel á TikTok og Instagram og maður ég hef séð þetta miljón sinnum þetta er trend já, trend en ég geri eiginlega nei, ég geri ekki trend, sko en þú veist Ertu ekki búin að gera hana það sem myndi setja mig í kóma Nei, ég hef ekki farið það ráð því að mér finnst það ekki skemmtilegt, skilur það er miklu skemmtilega að gera eitthvað bull sem að dettur eitthvað og svo virkar það stundum bara alls ekki og maður bara, ok Þú hefur líka farið ekki í vikuna í Gíslamartin Jú, það var mjög fyndið ég fekk heiður að vera internetmaður ársins þar og hann baði mig hann hringdi bara daginn áður eitthvað viltu að koma til velunum? Já, geðveit, já Lestu þetta? Já, getur þú dottið eitthvað? Já Bað hann því það? Hann bað mig þetta, ég var sem sagt í tónlistaravídeó þar sem eina konseptið í því er að maður að detta niður stega allt með og ég er að detta þar eitthvað 30 stiga eða 20 eða eitthvað, þetta var bara það var mjög erfiður dagur sko, verði að segja, í leiðinu að maður er með eitthvað brynju og eitthvað svona dæmi kringu sig en hann vissi að ég kynna detta og þá er bara, getur þú dottið fyrir og svo eftir úr með melunin og svo fyndi að svo mæti maður hana í eitthvað svona background, eitthvað svona grænaherbyggi ég er bara detta
Ég get það, já, kanntu þetta? Já, ég kann það. Og svo allt í einu bara að lappa fólk inn sem að, þú veist, áramóta þáttur, skilur Gísla Martins, eitthvað, Jón Jónsson og eitthvað svona, byrjar svona að spila á gítar svona fyrir alla, því þetta var alveg fyndin stemning og ég vissi bara, ég fekk svona imposter syndrom, hvað er ég að gera? Og svo kom atriði verið að sína eitthvað svona TikTok um mér og þá var ekki, Kjartan Logi Sigurjónsson og ég datt mjög harkalega, og ég hugsaði líka bara, það ekkert fyndnara en að við bara actually að detta bara, svona, og eins og ég hafi meitt mér mjög mikið, skilur við. Svo líka, ég hafði ekki talað við Gísla fyrir þetta, það var bara, ég datt, fekk velunin, fer og dett, brýt ramman sem átti ekki að gera og svo bara, fór ég, svo hef ég ekki talað við bara neitt eftir þetta, sko. Svo bara þátturinn búinn, sko átti ég bara að hanga í græna herbygginu, þannig ég fór bara, sko. Var þetta gott hjá mér það? Já, sjáðu þetta? Ég myndum ekki neitt. Já, en það er svona... Svolítið verið að nota þig. Já, ég veit það. Svolítið mikið verið að nota þig. Ég fekk ekkert borga. Nei. Velun. Alvöru velun, svo. Internetmaður ársins. Já. Á RÚV. Það er þetta hjút. Það er stórt. Já, hjút, sko. Ég gerði þessu velun fyrir þig. Já. Ég held að það hef aldrei verið internetmaður ársins. Já, nei, þetta hefur alltaf verið. Alltaf verið, sko. En líka, maður svona postaði þessu eitthvað á samfélagsmiðlum, þá kom eitthvað svona fólk, eitthvað svona skildmenni eitthvað. Innilega til hamingju, þú átt þetta skilið. Eins og þetta sé alveg velun. Já, ykkur heiður. Fólk er heimskar á Facebook. Já. Það er bara svona IQ-drop. Nei, það er það, sko. Og þetta gif nokkun kommentum líka bara tekið eftir hver sem er pólitíkus eða bara einhver sem gerir eitthvað, minnir að var eitthvað núna eitthvað Hanna Birna kaupir Kjötborg eða eitthvað, kaffihúsi og þá bara kommentin endarist bara eitthvað drusla, þetta að svíkja þjóðina eins og gerði þarna 2008 þú ætlar að treysta henni fyrir kaffihúsi þú veist, hvað er að? Ég meina, langar fólki ekki bara ég veit ekki, kaffihús ef því það verið ekki neitt þarna ef það er annars Kjötborg er mun heita kaffi Kjötborg skilur við mjög svona bara treyst ekki þessu kaffi nei, bara þetta eru alltaf þú veist, þess að líka komment að gera með brjálan skilur, það er bara hálfvitar, sérstaklega á Facebook að bara, náttúrulega nafngreindir alltaf, maður bara getur séð bara börnin er að, þeir eru á Facebook og þetta er alveg þetta er vandamál en líka svo getur maður bara slögt á þessu í smá eins og ég ger oft sko það er sko, fólk er, við förum oft í svona leik við strákanir, við erum alltaf að leika okkur aðeins þar sem við tökum eitt komment og síðan tökum við 3 myndir af Facebook-prófílum og við reynum að gíska hver kommentaði og þetta er alltaf eitthvað, þú veist, Gestný Arnbjarnar sem er, þú veist, kannski 70 kona og eitthvað svona gaur sem er með AI-mynd á sér þú veist, og eitthvað sköllóttu gæi með svona sepia-filter og þetta er ekki hægt að finna út úr í og þetta er vanalega er þetta Gestný sem er svona reið, ef þetta er reitt komment ef þetta er svona, hei ég var svo gæðið kommentu daginn en það var einhver frétt með sagt, það vantaði fleiri íslenska karlmenn sem ljósmaður á Íslandi og þá kemur bara einhverju komment hver ekki myndi ég vilja að einhver maður væri upp í píkun á konunni minni bara, þú veist það er síðasta sem að maður að hugsa í fæðingu bara eitthvað svona herðan að snerta píkun á það er svo erfitt en þau líka bara eitthvað þau veist náttúrulega, þetta er bara maður í mynd bara, veist, og hann heitir bara eitthvað, ég man ekki hvað hann hét þetta var í mynd, ég veit hvað þú ert að tala um þetta var bara mjög saklaust, bara pæling þetta er bara svo galið nei, sko, kommentið er galið, en pælingin er bara saklaust, bara svona það værum alveg til í ljósmaður sem voru menn það er bara fín pæling og svo bara harðasta komment bara ég drepa hann var hann ekki búin að fá sér aðeins það afsökum markmiðið mín er að vakna þunnur kannski á sunnudegi og sjá 5 komment frá pappa á okkur svona það er þetta sem ég hugsa oft þetta sko, þú veist, að pæli í því að vera bara að skróla og sjá svo bara komment frá ömmu sinni bara þetta ógeðslega, þessu útlendingar þetta verður fyrir svo erfitt sko en maður á eitthvað svona skildmenni sem maður sé stundum eitthvað svona
En svo líka sko, svo jákvæða típan sem líka samt, einmitt, IQ niður, en það sko gifið, ef það eitthvað, ekkert sorglegt öndlega, það er bara eitthvað, það er bara leikskólinn Undraland lokar dyrum sínum og það er engill sem hreyfir sig, sem heldur á hjarta, svo glitrandi engill gif og þetta svo einmitt, maður svona vá hvað ég skil hún er að koma, hún er svo ánægð með þetta, þú veist, hún er svo þakklátt fyrir starfið það þurfti að koma þetta hún skrollaði í gegnum love gifið, fann fullkomna engilinn til þess að hendi líka bara, þú veist, bara bílslis engill þú veist eitthvað meditating eitthvað bara samhryggist í staði, nei þú veist, samhryggist ekki nóg gifið muni sína svo mikið samhryggist það sé svo mikið tilfinning þetta er búið að gegja að hafa það gert já, sjúklega gaman bara gott að fá þig og kynnast þér og ertu með eitthvað framöndan? Ekkert framundan þannig að maður bara að vona það besta eitthvað, bara að reyna að setja eitthvað á rúf það væri gaman, en svo að maður líka bara að reyna að koma einhverju á framfæri og reyna að komast í sjónvarpið eitthvað tímann sko. En sekta fleiri jú, ég er að fara að sekta svo mikið af fólki sko. Það er framundan hjá mér sko. Nei, líka fólk heldur að mér finnst ógeðslega leiðilegt að sekta fólk, ég er bara unin að því sko. Mér finnst það bara gaman sko. They are violating the rules þannig að maður er bara nóg framundan þar sko. Þetta er spennandi, það verður mjög spennandi að fylgjast með þér bara og aldrei hætta núna færðu kvíða aldrei hætta en hann sagði ég ætti alltaf ok, ég skal ekki hætta þú bjargaði lífinu mínu engla emoji engla emoji maður, bara takk hjá það takk fyrir love you love engil